Velkomin kæri hlustundir. Þið að hlusta á fyrsta þátt í hlaðvarpseríunni Eftir málum og ég heiti Natingur Unjaki. Og ég heiti Þórildur Þorkelsdóttir. Í stuttu máli erum við báðar fréttamenn á semi-eftirlaunum, þó við séum bara rétt 30. Já, ég held að sé ótt að segja það. Við unnum báðar í fréttamennsku mörg ár en fórum nýverið út úr bransanum og í önnur störf. En það alveg hægara sagt en gert að hætta bara cold turkey í fréttum. Já, það oft talað að svona frétta og blaðamennska sé ákveðin lífsstíll og þó við vinnum ekki við að flytja fréttir og segja fréttir lengur, þá höfum við náttúrulega endalausan og eiginlega bara mjög lúðalega mikinn áhuga á þeim. Hér erum við komnar á podcastvagnin, flottastar. Til að fá útrás fyrir frétta fíknina. En í eftirmálum ætlum við að rifja upp fréttamál sem einhverja hluta vegna sitja í okkur, við hugsum stundum og mál kannski þar sem okkur finnst einhverju ósvarað. Þessi mál eru bæði gömul og nýlegri, sum kannski fjölluðu við á einhverjum tímapunkti eða einhverju leyti, en önnur mál hafa einfaldlega bara vakið upp forvitni okkar. Forvitni, það nefnilega kveikjan aðeins öllu saman og við erum sjúklega forvitnar týpur og kannski málin sem við ætlum að fjalla eiga það sameiginlegt að okkur langar að skoða þau betur og jafnvel reyna að komast að einhverju nýju. Akkurat. En þurfum við eitthvað að hafa þessi kynningu mikið lengri? Nei. Ekki bara vinda okkur í fyrsta málið? Endilega. Við áttum okkur á því að það var komin hótunarbréf til fjölskyldunar og því fylgdi fjárkún, krafa greiðslu ákveðnar upphæðar. Þetta svona topp 3 súrrealískustu atburði lífsmins, eitthvað sem maður á ekki vona að þurfa að glíma við í vinnunni. Þetta var á köflum eins og að vera bara stattur í einhverju svona B-mynd sem að sýndi í lögreglubíó í gamla daga, sko. 2. júní 2015 birtist mjög óvenjuleg frétt á Vísi. Fyrirsögnin var reyndu að kúga fé út úr Sigmundi Davíð. Og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var á þessum tíma formaður Framsóknarflokksins og forsætisráðherra landsins hvorki meira né minna. Þessi dagar á eftir áttu eftir að verða reyfarakenndir og eftir stendur eitt undarlegasta mál síðari tíma á okkar mati allavega. Já. Fjárkonamálið svo kallaða. Þegar systurnar Hlín Einarsdóttir og Malín Brand gerðu tilraun til að kúga 8 milljónir út úr forsætisráðherra. Fátt annað hefur verið rætt í dag en hótunarbréf sem Sigmundi Davíð Gunnlaugsssyni forsætisráðherra barst í síðustu viku. Bréfin var farið fram á að komið væri með peninga sunnan við Vallahverfi í Hafnarfirði, þar sem systurnar Hlín Einarsdóttir og Malín Brand voru svo handteknar. Lögreglan réðist í umfangsmiklar aðgerðir í tengslum við fjárkúgunina. Öllum fyrirmælum í bréfinu var fylgt og tösku komið fyrir á þeim stað sem mælt hafði verið fyrir í bréfinu. Þar beið lögreglan. Síðar í dag lýsti lögregla því yfir að systurnar hafi játað aðild sína að málinu. Hlín Einarsdóttir játar að hafa gert tilraun til að kúga fé af Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni þáverandi forsætisráðherra í maí 2015. Systir hennar, Malín Brand, játar samverknað en neitar hlutdeild í málinu. Sko, ég man rosalega vel eftir þessum degi á ritstjórn Vísis og Stöð 2. Á þeim tíma var þetta semst allt undir hatti 365. Og við vorum bara að vinna þar á þessum tíma. Við vorum bara að vinna þar á þessum tíma. Og það voru náttúrulega allir að tala þetta og auðvitað náttúrulega trúðisengin. Og í fyrstu fréttunum kom bara fram að þetta hefði verið 2 konur. En svo kom í ljós að þetta voru þessar systur. Hlín Einarsdóttir hafði verið ritstjóri Blikt.is sem á þeim tíma var einn vinsalasti vefur landsins. Þannig að þær eru mjög ábyrgandi týpur. En Malín, hún var fréttamaður á RÚV. Já, Malín var fréttamaður á RÚV og hafði verið sérst fréttamaður á RÚV og var á þessum tíma starfandi blaðamaður á Morgunblaðinu. Hún var meðal annars mikið í svona bílafréttum. Þannig að þær eru báðar mjög tengdar inn í bara fjölmiðlaheiminn og það gerði þetta eiginlega allt bara miklu skrítnara. Já. Og svo einhvern veginn heldur málið alltaf áfram að vinda upp á sig bara þegar líður á daginn og sífellt fleiri upplýsingar koma í ljós og það eru þarna bara allir að tala um þetta, bara kaffistofur landsins loga. Já. Og ég var alltaf, ég var ótrúlega pirruð að vera ekki að vakt þennan dag. Þú varst ekki að vakt þennan dag? Nei, ég var ekki að vakt þennan dag og veist ekki,
tilfinninguna þegar eitthvað hjúts í gangi og þú ert ekki í vinnunni. Ég meina þetta bara þannig vinna að svona dagar bara gefa manni bara bensín sko, til að lifa á. Þetta náttúrulega skemmtilegasta sem gerist. Þetta lang skemmtilegustu dagarnir þegar það eru svona stór fréttamál, hvort sem þetta fréttamál eða einhver önnur, það getur verið eldgos eða hvað sem en þegar það eru svona stór mál sem bara yfirtaka alla miðla, allan daginn og líka þegar það svona það alltaf að koma nýtt lag á fréttina, það kemur eitthvað nýtt í ljós og það allir eitthvað í kapphlaupi við að reyna að fá upplýsingar og miðla þeim og vera fyrstir og allt þetta. Þetta býr náttúrulega til svakalega spennu og dýnamík á vinnustanum. Þannig að þú rétt ímyndaðir hvað ég var pyrruð að vera ekki í vinnunni þennan dag. Enda mættur í vinnuna. Já, ég mætti bara til að hlera eins og heyri ykkur sko. Já, eðlilega, Nadine. Já, ég veit það. Ég er bara alltaf forvitin til að hafa ekki gert það sko. Já, en það var allavega algjörlega mögnuð stemming og ég held að það sé alveg þetta fullir að það hafi verið þannig á öllum miðlum, en það er vísir sem skúpar þessu máli. Svo einhvern veginn blandast Björn Ingi á viljanum inn í málið. Sko, þetta er líka það sem ég er að segja með að það kemur alltaf nýtt lag á málið. Sko, þessar systur senda þetta hótunarbréf á forsætisráðherra og þær segja honum að greiða sér 8 milljónir eða þær ætla að upplýsa meint fjárhagsleg tengsl Sigmundar Davíðs sem þá forsætisráðherra sem náttúrulega stór mál við Björn Inga nú á viljanum en sem var á þeim tíma útgefandi DFF og pressunar. Björn Ingi svona einn af þeim sem hefur átt nýju líf. Hann var í borgarpólitík, hann verið að reka fjölmiðla og nú hann einhver kórónu verið sérfræðingur. Það svona, já, bara mjög áhugaverð típa. En hann sérst blandast inn í þetta mál með þessum hætti og það er sérst verið að kúa forsætisráðherra Sigmund Davíð með því að ætla að gefa upp þessar upplýsingar. En við slúum átt okkur því upphafi þá veit enginn hvaðan þessi hótun kemur. En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann hefur aldrei tjáð sig persónulega þetta mál. Hann sendi einhverja yfirlýsingu alveg í upphafi þegar hann bara neyddist til þess, en hann hefur aldrei talað þetta mál opinberlega fyrir nú. Já, ég heiti Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og árið 2015 var ég forsætisráðherra. Geturðu lýst fyrir okkur fimmtudagskvöldinu 28. maí árið 2015? Get ímyndað mér hvaða dagverð er að tala og þá gef ég mér að þessi dagurinn sem að við áttum okkur á því að það var komin hótunarbréf til fjölskyldunar og því fylgdi fjárkúgun, krafa greiðslu ákveðnar upphæðar á tilteknum stað, með sem með kortum og alls konar leiðbeiningum hvernig þetta afhenda peningana og því haldið fram að fyrirlega einhverju upplýsingar sem að getur komið mann illa en einnig og það sem skiptir kannski miklu meira máli í þessu öllu hótun gagnvart barninu og meiri sé hafði komið hótunarbréf á leikskóla barnsins sem að ég sagði ekki frá á sínum tíma en auðvitað sló mann ekki vel. Sko þarna Sigmundur að tala engadóttur sína sem er 3 ára gömul og þetta hefur aldrei komið fram að þessi hótun hafi með einhverjum hætti beinst að barninu hans. Þetta náttúrulega útskýrir þennan gríðarlega viðbúnað lögreglu á þessum tíma. Þetta var náttúrulega rosalegur viðbúnaður og sko svakalegur. Já, og ég man að við vorum alltaf á fréttastofunni að spá í það. Bara af hverju voru þau að gera svona rosalega mikið? Já. Þú veist, en við skulum halda aðeins áfram að hlusta á Sigmund Davíð lýsa atburðarásinni. Þannig að þetta hefði verið sendt á 2-3 staði og þegar að eitt af þessum bréfum var opnað þá blasti þetta við. Leðis að okkur var náttúrulega ekkert sel, okkur hjónum og ég taldi rétt að láta lögregluna strax vita. Það var enda búið að hvetja mann í þessari stöðu til þess að láta alltaf vita af því ef eitthvað svona gerðist kort sem maður teldi það vera alvöru eða ekki og þetta var ekki fyrsti atburðurinn þar sem að lögreglan sá ástæðu til þess að koma að en sérstaklega vegna þess með hvaða hætti þetta var sett fram þá kom ekkert annað til greina en að upplýsa lögregluna og hún tók þetta föstum tökum
lögreglan, ég afhendi þetta eintaka bréfunum sem ég hafði og þeir unnu út frá því og gripu þannig inn í, en eins og lýsingarnar voru, þá var að þeirra mati og mínu svo sem líka full ástæð til þess að taka þetta alvarlega. Bréfið sem kemur heim til ykkar, manstu hvernig það leit út? Bara svona hefðbundið umslag, ég man ekki eins og hvort það var skrifað utan á það eða vélritað. En svo inn í því voru nokkrar blaðsíður með fyrsta lagi hótununum og upplýsingum að viðkomandi vissu hvar barnið væri á leikskóla og svo framvegis og teldu sig af upplýsingar um einhver mál sem kemur mér illa og svo leiðbeiningarnar hvernig ætti að afhenda held ég 8 milljónir í tösku á tilteknum stað á Reykjanesi merkt á korti. Hvernig var bréfið skrifað? Það var, ef ég man rétt, það var nú ekkit sérstaklega vandað en samt augljóslega skrifað af einhverjum sem að gat skrifað, þetta var ekki krakki, ekki einhver svona grín frá einhverjum unglingi sem að væri að fíblast. Það bar það með sér, já, að það hefði verið undirbúið töluvert vel og textinn, eins og ég segi, hann var ekkit sérlega mandað texti en ekkit lélegur. Var þetta vélrita bréf? Mér minnir að það hafi verið prentað út úr tölvu, já. Þegar þetta mál var í umfjöllun á sínum tíma, þá var alltaf talað um fjárkúnamálið og þetta auðvitað fjárkúna því þær er að biðja pening frá ykkur, en það er greinilega líka einhvers konar hótun ofbeldi eða óbein hótun ofbeldi með því að vera að tala leikskólan hjá dótturinni. Já, þetta tvennt fór saman í þessu bréfi og þetta hitt einhver kenning að ég held að vera þannig að ég hefði keypt DFF. Ég hafði náttúrulega engar áhyggjur af því. Ég vissi að það var ekki raunin. Ég hef aldrei átt hluti í fjölmiðli en það var einhver sem að viðkomandi töldu sig hafa á mann. En hitt var auðvitað miklu meira ágefni og það var kannski fyrst og fremst ástæðan fyrir því hvað lögreglan tók þetta alvarlega. En þessi dagur þar sem kannski þetta kom allt saman í ljós þegar Jóhannes Þór kemur til ykkar og hefur fundið þetta bréf heima á sér, þið finnir bréfi heima á ykkur og svo væntanlega fljótlega þá kemur í ljós að bréfið er líka komið á leikskólan. Sko, á þessum tímapunkti ertu smeykur eða svona, þú lýsir bara hvernig leið þér? Já, það er erfitt að rifja upp tilfinningar mörgum árum seinna en auðvitað leið mann ekkert vel með þetta en aftur það var komin svona ákveðin reynsla það hafa fengið hótanir og ýmist á samfélagsmiðlum eða með bréfum í forsætisráðuneyti og slíkt en já, það er annars eðlis þegar að fjölskyldan er blandað í málið. En það var ekkert bara Sigmundur Davíð og eiginkona hans sem fengu bréf. Nei. Aðstoðarmaður hans á þeim tíma fekk líka bréf. Ég heiti Jóhannes Þór Skúlason og ég gegndi starfi aðstoðarmanns forsætisráðherra árið 2015. Mér minnir að það hafi verið á 5. degi sem að ég kem heim, er að fara í gegnum annarkvort á miðvikudag 5. degi og það er svona rúapósti og við förum eitthvað svona að tala saman, já þarna þarf að fara í gegnum póst og ég fer að taka þetta svona, þetta er nú meiri hluta reikningar eins og hjá öllum pappírspósti, nema innan öll gluggaumslögin er eitthvað svona A4 brúnt umslag, brotið saman og ómerkt, ekkert frímerkt og ég spurði konum henni að veifa þessi eitthvað svona, hvort þú vissi hvað þetta væri, nei, kannast ekki til það, svo ég opnaði þetta og þá er inn í þessu bréf sem að það sem þess er krafist að
að forsætisráðherra greiði að minni mig 7 eða 8 milljónir til þeirra sem hafa sent bréfið og aðrum kosti verði einhverjar upplýsingar gerðar opinberar sem muni koma honum illa í fjölmiðlum. Og ég náttúrulega vissi ekki alveg hvernig ég átti að taka þessu, hvort þetta væri eitthvað konar grín eða djók eða eitthvað, hvort maður þetta bara fleið þessi ruslið eða því að svona í þessu starfi og svona, ég svona segja að það er alls konar sem að maður fær í pósti, tölvupósti, símhringingar og heita þetta. En mér fannst þetta samt þess eðlis að ég ákvað að taka þetta með mér í vinnuna og gerði það, tók tali yfirmann öryggismála stjórnarráðsins, lögreglumann á staðnum og sýndi honum bréfið og sagði að þetta hefði ég fundið, það væri líklega búið að liggja í póstinum heima hjá mér í svona 2-3 daga, ég vissi ekki alveg nákvæmlega hversu lengi og þá kom í ljós að þetta kom honum ekkert óvart og hann dró mig svona aðeins lengra afsíðis heldur við vorum. Ég hefði nú ekki hugsað mér að auglýsa þetta neitt innan hús, svona ef þetta væri nú bara eitthvað villisa og sagði mér frá því að þetta væri mál sem að þeir þekktu til. Það hefði borist annað svona bréf á heimili Sigmundar og Hönnustellu og máli var í rannsókn og öllum líkindum ef allt færi fram sem horfið þá svona væri hægt að segja betur frá því innan hús mögulega eftir helgina, eitthvað slíkt. Og hann var þá greinilega að horfa til þess að mér minnir var því á föstudeginum sem að síðan aðgerðin fór fram og svo framvegis. Þannig að þetta var minnir mér bara daginn áður á 50 deginum sem ég talaði við hann. Ok, lögreglu aðgerðirnar fara sérst fram á föstudeginum og þarna hefur málið notabenni ekki ratað í fjölmiðla. Og eins og vorum að tala áðan, skulum við átta okkur á því að á þessum tímapunkti þá ekkert vitað hverjir standa á bakvið þessar hótanir. Eða hverjir sendi þetta bréf. Nei, einmitt. Hér Sigmundur aftur. Og lögreglan fór þarna í talsverðar aðgerðir enda, náttúrulega alvarlegu hótun þannig undirliggjandi og ekkert vitað hvers eðlis þeir sem að væru að hóta þessu væru. Það var engin grunur að þetta væru tvær konur að gera þetta gat verið glæpagengi eða hvað sem gat verið hættulegt fólk. Þess að lögreglan sá full ástæða til að taka þessu alvarlega. Já, og það gerði lögreglan svo sannarlega 19. júní þá birtist frétt á Vísi og fyrirsögnin wait for it. Mosi og steinar lifnuðu við þegar sérsveitarmenn handtóku Hlín. Hversu dramatíst. Þetta svakalegt. Og svona byrja fréttin. Þegar Hlín Einarsdóttir hugðist teygja sig eftir töskunni sem átti að innihalda fjármuni sem hún og systirinnar Malín Brand ætluðu að kúa út úr forsætisráðherra. Lifnuðu við Mosi og steinar fyrir framan hana og upp risu sérsveitarmenn í felulítabúningum. Hvenær hefur einhver lesið eitthvað svona? Þetta svakalegt. Og þetta líka bara aðgerðir sem að ég vissi ekki einu svona sérsveitir gæti farið í, sko. Þetta bara, pínufyndið. Já, þetta auðvitað pínufyndið, en samt auðvitað gott að vita að það sé hægt að bregðast við með þessum hætti. Já, og alvarlegar hótanir. Já, auðvitað, við verðum að hafa það í huga og þetta bara svakalegt. Og við skulum hlusta á Jóhannes Þór rifita þessu upp. Þetta mál sem bæði í rauninni alveg grafalvarlegt en líka alveg ótrúlega farsakent vegna þess að þetta var á köflum eins og að vera bara stattur í einhverju svona B-mynd sem að sýndi í lögreglubíó í gamla daga, sko. Þetta vegna þess að atburðarásinn til dæmis sem að menn hafa getað lesið í fjölmiðlunum frá þessum tíma þegar að á að skilja eftir tösku af peningum undir einhverjum bekk rétt fyrir utan Vallahverfi þarna við álverið í Hafnarfirðinum og ráðherrabílstjórinn fer með töskuna og skilur hann eftir og fjárkúararnir bíða lengi til að sjá hvort það nokkur að fylgjast með, koma svo leið og hún grípir í töskuna eins og ég held að Hlín hafi lýst í samtali við DFF þarna eftir á að þegar hún hafi gripið töskuna þá hafi hraunið lifnað við og þá voru sérsveitarmenn ríkislögreglustjóra búnir að liggja dulbúnir sem hraun
bara svona 2 metrum frá töskunni síðan klukkan 5 morgunin, þetta var held ég 2 síðdeis og ég sá mynd af þessu hrauni, það var ekki nokkur einasta leið að sjá þetta sko, þannig að það er mjög mikilvægt finnst mér að hafa það alltaf með þegar að verið að ræða þetta mál að frá okkar sjónarhóli var sko fagmennskan í aðgerðum lögreglunar gagnvart þessu máli var algjör. Lögreglan nálgaði þetta mál bara af þeim alvarleika sem það var og gerði þetta allt algjörlega frábærlega. Þetta er í rauninni ótrúlega faglega gert hjá lögreglun og ég held að þetta sé svona dæmi það sem við sjáum hvað í rauninni lögreglan á Íslandi er og þetta bara færi í sínum störfum sko. Ok, þannig að tímalínan er svona. Bréfin uppgötast þarna á 5. Aðgerðirnar er á 1. og svo líður helgin og á mánudeginum ratar málið í fjölmiðla, var það ekki? Jú, það er svoleiðis, það líða þarna nokkru dagar, en Sigmundur og Jóhannes höfðu hins vegar fengið upplýsingar hverju stæði á bakvið þessar hótanir, skömmu eftir að þessum lögreglu aðgerðum var lokið, auðvitað eru þeir látnir vita af því. Og það náttúrulega hlýtur að hafa verið pínu sjokk að komast það í. Já, en samt léttir. Já, bæði sjokk og léttir. Já. Það er verið mjög skrítin tilfinning. Algjörlega. Manstu hvað þú hugsaðir þegar lögreglan segir hverjir á bakvið hótunina, að þetta séu þarna 2, alveg hægt að segja þjóðþekktar konur úr fréttamennsku? Í fyrsta lagi fannst mér það mjög skrítið. Þetta kom mér mjög verulega óvart. Þú vissir alveg hver þær voru? Já, ég svona kannast við þær, vissi kannski meira aðra en hina. Auðvitað kemur mann óvart að 2 fjölmiðlakonur standi þessu, komið verulega óvart. Ég reyndar hafði nú eins og stjórnmálamenn ger oft stappið við fjölmiðla eitt og annað og taldi nú kannski að fjölmiðlamenn væri ekki allir beinlínis aðdáendur mínir, bara eins og gengur. Ég meina fjölmiðlamenn eru ólíkir eins og annað fólk og með ólíkar skoðanir og sumir þeirra hafði ég talið að væri ekki sanngjarnir gagnvart mér en maður átti ekki vona á þessu frá fjölmiðlamönnum. En engu að síður, þá var þetta léttir að átta sig á því að þetta væri þessar 2 konur frekar en einhverju aðrir. Ég verð að játa, ég man ekki nákvæmlega með hvaða hætti það kom til mín sko, hvort það var frá Sigmundi eða frá lögreglunni í þessu update. En manstu hvernig viðbröðum voru? Ég meina, fórstu að hlæja eða varstu? Mér minnir að ég hef bara svona, og svo hafði maður svona, nervuslátrað svolítið, vegna þess að þetta er náttúrulega galið. Fyrsta fréttin af málinu birtist snemma morguns á mánudegi. Seinna þennan sama dag eru svo systurnar nafngreindar. Og við getum rétt ímyndað okkur þessa fjölmiðla sprengju sem tók við. Og það var svona dagur eins og vorum að lýsa í byrjun þáttarins, bara það sem að það er bara allt á yfir snúningi. En hvernig, veistu eitthvað, hvernig gaf lögreglan út hverju stóð bakvið þetta? Eða manstu eitthvað hvernig það var? Ég bara man það ekki. Nei. En einhvern veginn komst það allavega í fréttir. Já, var þessu ekki lekið bara í fjölmiðla? Hverju staða bak við þetta? Jú, ég held það. Já, ég held það. En við skulum heyra aðeins inngang á kvöldfrétt Stöðvar 2 þennan dag. Malín Brand, blaðamaður á Morgunblaðinu, fullyrðir að hún hafi ekki komið nálægt tilraun til að kúga fé af forsætisráðherra. Hún var handtekin ásamt systur sinni í Hafnarfirði á föstudaginn eftir umfangsmiklar aðgerðir lögreglu. En sko, þegar málið gæti eiginlega ekki orðið skrýtnara, þá tekur það þarna enn eina beyguna og á 3. deginum, daginn eftir að fyrsta fréttamálinu birtist, er greint frá því að Hlín og Malín, systurnar, hefðu verið kærðar vegna annars fjárkúnamáls. Já, það er annað málanna sem að þarf að vera inn í umræðinni sem að tengist þessu náttúrulega. Þessar systur sökuðu mann gróft kynferðisbrot og kúuðu af honum 700.000 krónur og það hefði tekist, hann hefði greitt þeim þessar 700.000 krónur en það sem er
áhugavert er að hann sérst óskar eftir kvittun fyrir þessari greiðslu. Já, eins og maður gerir. En væntanlega til þess að sko, þær fær ekki að kúa meir út úr hann. Þannig að hann hefði eitthvað sönnun fyrir þessu. Og hann fékk sérst kvittun frá þeim og hún var skrifuð á bréfsefni Morgunblaðsins, þar sem Malín vann sem blaðamaður á þeim tíma. Þannig hún hefur bara verið í vinnunni og bara skrifa kvittun á bréfsefni Morgunblaðsins. Löglétta kvittun. Já. En hver er þessi maður? Heyrðu, maðurinn sem ræðir er Helgi Sjón Klassen, sem margir þekkja einmitt úr hlaðvarpsheiminum. Hann var ekki verið ritstjóri menn.is á þessum tíma? Jú, hann var ritstjóri menn.is á þessum tíma og hafði verið í einhvers konar sambandi við Hlín Einarsdóttur. Menn.is og Blikt.is voru svolítið svona aðal lífsstils síðurnar á þessum tíma. En eins og segir, hann borgar. Landsfundur, flokksþing heitir það hjá Framsóknarflokknum, var þarna einhvern tímann ekki mjög löngu áður og þá kemst það upp að Malín Brand var fulltrúi Morgunblaðsins á flokksþingi Framsóknarflokksins. Ég sá alltaf, þannig að ég satt við hliðina á henni sko, eiginlega allt flokksþingið og eða svona tiltölulega nálægt og svo sé maður sko þegar hún var að skreppa frá sko þá var það til þess að hringja í sko Helga Sján, þú veist, til þess að koma til skila því sem hann átt að borga sko. Og þú veist, þetta var bara svona, það var alls konar svona hlutir í þessu sem að verða bara einhvern veginn, þegar maður leggur þetta allt saman þá verður þetta bara svona einhvern veginn, eins og segi, bara farsakent. En þetta mál náttúrulega týnist svolítið í umræðinu fjárkúnuna gegn forsætisráðherra. Við skulum hafa það á hreinu að þetta hefði alveg verið djúsi fréttamál óháð hinu. En það eins og segir, bara týnist að því hitt er svo stórt og súrealist. Já, og það er náttúrulega farið í svona miklar aðgerðir og það náttúrulega útskýrir það sem að Sigmundur var að segja með hótunum, það er náttúrulega mjög alvarleg hótun og við skulum aftur hafa í huga að þau vissi ekkert hver stæð á bakvið þetta, það hefði getað verið eitthvað glæpagengi. Og hótun gegn barninu. Já. Ég meina við erum báða mæður, þetta væri rosalega óþægilegt. Já, auðvitað. Og það er líka bara ákveðið prótókoll sem þarf að fara í gang þegar umræðið forsætisráðherra forseta landsins, það er nú alveg eðlilegt sko. En auðvitað leið og það kemur ljósa þessar systur standa á bakvið þessar hótanir, þá svona snýst þetta svolítið upp í grín, eða svona ákvæmna hæðinni. Það er svona rauði þráður í gegnum svolítið umfjöllun og umtal málið og málinn. Þetta var allt svona í hæðnistón og svo fer þetta í rauninni allt að snúast hvað systurnar höfðu á Sigmund Davíð. Hvað höfðu þær á hann? Hvernig gátu þær gert þetta? Og umfjöllun fer hvernig að snúast bara það. Já, það var mér þess að tekið upp á Alþingi. Já, ok. Já, mér fannst það að vera bara alveg fáránlegt hvernig það gerðist vegna þess að, og ég átti, skulum við segja nokkuð einart samtal við Kristínu Þorsteinsdóttur útgefanda 365 bara út af þessu máli. Þar sem að mátti til dæmis bera saman, það voru tvö málin fljótlega eftir kom upp að þær höfðu reynt að kúa fé út úr öðrum manni út af annars konar máli en umfjöllunum það mál var á allt öðrum toga einhvern veginn. Þar var öll umfjöllunum á þeim grundvelli að sett hann upp að hann var í fórnarlamb fjárkúgunar sem ekki hefði mikinn grundvöll. En í tilfelli Sigmundar þá var umfjöllunin öll farin að snúast bara strax á þriðjudeginum það að hann hlyti að hafa eitthvað að fela, hvort mann get ekki grafið þetta upp, hver þessi tengsl væri og eitthvað svona. Þannig að þetta var allt frekar skrítið. Einhverju leyti má kannski segja að það sé alveg normal þegar að er að ræða forsætisráðherra í ríki þar sem að svona mál kemur að fjölmiðla velti því fyrir sér, ætli það sé eitthvað þarna. Og auðvitað er það þeirra hlutverk þá að, velta því fyrir sér. En þetta varð alveg super one-sided, alveg ótrúlega hratt. Og svona ákveðin frústrasjón í flugmiðlunum þegar þið funda ekki neitt. Svona það er þegar maður fann þetta í þessum samtölum, sko. Svona sumum allavega, skulum við segja. Þetta var allt frekar undarlegt og þetta tók mjög á Sigmund og Önnustelu. Og það hefur kannski svolítið svona gleymdist einmitt í þessari svona fjölmiðla þessum sirkusöllum í kringum þetta einhvern veginn. Að það var bara venjuleg fjölskylda þarna bakvið, sko. En það sem að mér fannst kannski undarlegast eftir þetta voru viðbrögð í umræðinu þetta mál.
Það sem var svona nánast gert grín af því að lögreglan hefði tekið þetta svona föstum tökum og farið í allar þessar aðgerðir. Og þetta sérstaklega þegar fyrir lág hverjir hefðu staðið að þessu, að þá var það svona gegnum gangandi fannst mér í umfjöllun, svona eiginlega hæðast að þessu. Og ég leyfi mér nú að efast að það sama hefði átt við í öllum tilvikum. Til dæmis sem var núverandi forsætisráðherra hefði lent í slíku, að þá hefði aðal umfjöllunarefnið verið annars vegar að hæðast að því hvað lögreglan hefði, í hvað aðgerðir hún hefði lagt, og hins vegar, það sem var aðal atrið að því virtist hjá mörgum, hvað þeir hefði haft á mig. Það var það sem var mest spennandi, og þetta fannst mér mjög bæði svekkjandi og skrítið og óeðlilegt við þessar aðstæður, að umræðin væri látið snúast já, en hvað höfðu þeir á hann? Við verðum að fá að vita hvað þeir höfðu á hann. Sem var þá þessi kenningum að ég hefði keypt DFF. En það skal tekið fram að það fundust aldrei neinar sannanir þessi meintu tengsl Sigmundar Davíðs við DFF. Nei, einmitt. Það kom aldrei neitt í ljós með það og ég man alveg að fjölmiðlamenn, fréttamenn voru að reyna finna eitthvað út úr þessu. Já. Það var að reynda að grafast fyrir heldur bara eins og hægt sko. Já, einmitt. En Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi Hlín og Malín í 12 mánaða fangelsi vegna fjárkúnamálsins í byrjun apríl 2017. Og 9 mánuðir af 12 voru skilorðsbundnir og 3 ekki. Já. Og þær voru líka dæmdar fyrir fjárkúun gegn Helga. Og þær kúuðu, hvað var það? Já, það var 700.000 sem þær kúuðu út úr honum með því að hóta í að kæra fyrir nauðgun. Og það var náttúrulega til kvittum fyrir því. En þessi dómur er svo staðfestur í Hæstarétti í desember sama ár, 2017. Já. Ég tjáði mig lítið mjög lítið á meðan að rannsókn og málaferlum verið fram, lét það bara hafa sinn gang og vissi í rauninni ekkert af gangi þessari mála í dómstólum annað en það sem ég sá í fjölmiðlum. Þannig að ég bara fylgdist með eins og hver annar í fjölmiðlum hvernig þessu myndi fram. Og svo þegar þetta var allt garð gengi þá var kannski minni ásókn í að fá viðbrögð og svo liður tíminn og ég hef ekki tjáð með þetta fyrir núna þegar ég sitt hérna með ykkur. En hvernig fannst þér dómurinn? Hefur ykkur skoðun á honum? Nei, ég ætla ekki að hafa skoðun á því. Ég bara treysti því að dómskerfið komist að réttir niðurstöðu. Ég skal viðurkenna að ég vaknaði tímabili, vaknaði smá ágjörð því hvort að dómstólar myndu taka meira mið af gríninu þetta heldur en alvarleika málsins, en ég var ekkit haldið nefni sérstaklega hefndarþörf gagnvart þessum aðilum, en mér fannst þó mikilvægt að þau skilaboð væru send út, að það væri alvarlegt mál ef að forsætisráðherra eftir atvikum með öðru fólki væri hótað og fjölskyldum þess. En þá er kannski eðlilegt að maður spyrji sig hvað var það eiginlega þessar systur? Hvar eru þær í dag? Já, það er bara mjög góð spurning og bara eins og maður gerir þá setti ég aðeins á mig rannsóknarglerun og byrja aðeins að skoða bara með hjálp internetsins og samfélagsmiðla og bara svona eins og maður gerir. Og þær þurfti aldrei að sitja inni, þær fóru ekki í fangelsi út af þessu, þær sinntu þess að 3 mánaða samfélagsþjónustu. Já, alveg rétt. Það voru 3 mánuðir sem voru ekki skilorðsbundnir. En Malín hefur síðan komið fram í viðtölum og sagt að þessi samfélagsþjónusta hafi verið mikil blessun fyrir hana og hún hefur einbeitt sér síðan að góðgerðarstörfum. Já, ok, flott hjá henni. Já. Í viðtali við DFF sem hún fór í árið 2019, þá segir hún að þær systur hafi ekki talast við sín í lok maí 2015. Það er bara þessi tími þar sem að þetta er allt í gangi. Ok, þannig að þær hafa ekki talað saman síðan þetta gerðist? Ekki allavega samkvæmt þessu viðtali sem er frá 2019. En ég fór líka aðeins að skoða og eins og ég er að tala að ég hafi aðeins farið að leita á internetinu og svolítið athyglisvert, ég fann bara ekkert Hlín Einarsdóttur. Ekkert? Nei, ekki neitt. Hún er ekkert á samfélagsmiðlum eða neitt? Hún er á samfélagsmiðlum en það er
engar upplýsingar frá þar? Nei, engar upplýsingar og í raun og verið eins og hún hafi ekkert gert á samfélagsmiðlum í mörg ár, sko. Okay. Þannig að við vitum í rauninni ekkert hvað hún er að gera í dag? Nei, það bara ekkert sem að sýnir það. Okay. En bara við vonum auðvitað að hún sé bara á góðum stað. En Malín, hún er í góðgerðarstörfum? Já. Eða allan árið 2019? Já, eftir því sem ég kemst næst. Hefur einhvern veginn hitt þessar konur eftir þetta mál? Eða heyrt í þeim? Er ekki stáðar eins og maður gerir á Íslandi? Nei, ég hef nú ekki gert það. Fékk skilaboð frá annar þeirra þegar hún var að svona taka sig á í lífinu. Ég bara óskaði henni góðs gengis með það. Hvað sendi hún? Ég man það ekki alveg, bara hún sagðist vera að fara í gegnum ákveðu ferli og held ég baðast afsökunar á þessu og svo framvegis og ég svaraði því bara, hún hefði gengið vel með sitt ferli. Það sem situr dálítið í mér í þessu máli er í raun og veru þessi spurning hversu alvarlega þarf að taka á því þegar svona aðstæður kom upp. Já. Og það er eiginlega það sem situr í mér sko eftir að við fyrir að skoða þetta mál. Fyrst þegar við vorum að byrja að hugsa að við ætlum kannski að taka þetta mál fyrir í þessum hlaðvarpsþætti, þá var ég alveg ennþá pínu í svona þessum hæðnistón að tala um það. Já, og við erum alveg búin að tala okkar á milli í hæðnistóni sem þætti, sko. Já, við erum alveg ennþá smá að því, en á móti kemur að ég skil alveg Sigmund Davíð og ég skil alveg hvað hann er að segja og það þarf að taka svo alvarlega og það var auðvitað svakalegt áfall. Ég meina áttu bara að taka sensin á því að þetta væri bara einhver mafi, einhver glæpagengi bara sem væri bara til alls vís og bara með hótunarbréf og leikskólan hjá barninu og ég veit ekki hvað. Og þú veist, ég pínu skrítið, við erum kannski alveg að tala í smá hæðnistón en ég skil alveg Sigmund Davíð að vera pínu sáran yfir því. Já. Þú veist, þetta er ekkert grín. Auðvitað ekki. Og þetta er líka fjölskyldin hans, þú veist, þetta snýr ekki að hann störfum eitthvað sem forsætisráðherra, þetta er bara eins persónulegt og að gerist. Og ég held að þetta myndi bara sitja í öllum. Já, engin spurning. Ef einhverju stjórnmálamenn framtíða lenda í einhverju slíku, þá vona ég að menn veigri sér ekki við því að taka það mjög föstum tökum, taka það alvarlega, bæði þá eftir atvikum lögregla og dómstólar. Því að ég held að við viljum ekki að þetta skilji eftir sig þau skilaboð að það sé allt í lagi að prófa svona hluti. Ég held að það sé það mikilvægast í þessu að svona, og kannski ástæðan fyrir því að maður ræði þetta við ykkur, að það þarf að sitja eftir í svona máli að þetta sé einhvað sem eigi ekki að líðast. Frekar en að það sem eftir sitja skilabóðin sem að liggja eftir séu þau að það sé hægt að prófa svona hluti og það sé ekki tekið alvarlega. Sko, en það sem stendur líka eftir bara málið allt er bara, sko, ég heldur sem bara eiginlega búnar að, ég er að tafsa hérna, ég heldur sem bara búnar að nota lýsingur orðin. Þetta mál, það er allavega alveg hægt að fullyrða að þetta er eitt óvenjulegasta sakamál síðara tíma hér á landi. Bara ekki spurning, ég allavega manna ekki eftir neinu sem sko kemst með tærnar þar sem þetta málu mæluna. Þetta er það skrítnasta sem að kom upp á þessum árum í forsætisráðuneytinu. Eitt af því sem að svona, að því er að nefna hversu farsakennt þetta var, sko, þá það er alls konar svona hlutir sem að þetta var svona eitt af það skrítnasta sem að maður lenti í þessu starfi og var þó margt kaotist og magnað en til dæmis bara það að bréfið sem kom heim til mín að sko lykilatriði í fjárkúgun þegar þú segir að þú er að koma með peninga og borga peninga að sko að tilgreina það sko stað og stund sko hvert á að koma peningan og hvenær. Það hafði gleymst í bréfinu sem að kom til mín og þannig að fjárkúgararnir voru nú ekki svona með hugan við verkefnið meira en það sko að borgað 8 milljónir einhver tíman einhver staðar og það hafði þá náttúrulega verið þá lagað í síðara bréfinu sem að kemur heim til önnur stelu. Það hefur pínlítið gleymst í þessu, okkur er svolítið gjarnt að hlæja þetta í burtu og ég meina
ég ekkert saklaus af því, ég segi sögur að þessu máli í þú veist, hef sagt vinnum mínum sögur að því og þá eru þær gjarnar bara, þú veist, og svo var þetta algjörlega crazy og svo var þetta svona og svo hlærir maður að alls konar faktorum í þessu. Einhvers staðar minni mig að hafi heyrt að það hefði verið úrklippustafir. Já, það var eitt af því sem kom fram í einhverja fjölmiðlafréttunum. Það var einhver fréttin sem af einhverjum ástæðum fór það í gang og bréfið sem kom heim til mín, það var bara vélritað, bara svona 12 útprent, sko. Það var ekkert merkilegt við það var bara eins og innkaupalistin minn, sko. Þú veist, eða eitthvað, það var bara A4 síða með vélrituðum texta. Var þetta vel skrifað eða? Já, bara þannig séð, það var reyndar ekkert mikið af greinamarkjasetningu í því en og eins og sé, ég vantaði kannski ákveðna hluti sem að skiptu máli en það var ekkert sérstakt við þetta bréf þannig séð, sko. Ef ég hefði fengið inn einhvern svona kvikmynda úrklippubréf þá hefði ég hugsanlega bara hent í ruslið, sko. Þú veist, ég hefði sennilega bara afgreitt það sem eitthvað djók, sko. Þannig að var ýmislegt í fjölmiðlum kannski þessum tíma sem var ekki alveg rétt. Það var ýmislegt í fjölmiðlum sem var bara út úr kú, ef ég sjálf eins og sko. Alls konar spekulasjónir, eins og til dæmis þetta með bréfið, þetta svona hluti af því sem ég var að nefna, vegna þess að í þessum fréttum þar sem að þetta kom fram, og ég man ekkert hvar það var, þá einmitt var einhverja fabúleringar það sem hefði staðið í bréfinu, og það var svona, þú veist, einhverjar upplýsingar eins og þetta birta eitthvað tölvupóstum og eitthvað svona, þetta var fljótlega komið í miðlana, en svo sama tíma eitthvað svona það hvernig bréfið líti út og sem var ekkert í samræmi við raunveruleikann. Þannig að maður vissi ekki alveg, sko, hvað maður ætti að halda, þú veist, hvort einhver væri að fóðra, þú veist, einhver nálagt þessu sem vissi eitthvað væri að fóðra blaðamenn og einhverju, en væri ekki með allar, staðrendir, sko, eða hvort það væri bara einhver að grína í þeim, sko. Og bara, maður einhvern veginn áttaði sig ekki á þessu að þetta passaði bara engan veginn saman oft á tíðum, sko. En þetta eitt það skrítnasta sem þú lent? Já, alveg klárlega. Þetta svona, topp 3 súrrealískustu atburði lífsmins sem að, alveg klárlega. Þetta eitthvað sem maður á ekki von á að þurfa að glíma við í vinnunni. Já, það held ég að við séum svona búin að ná utan málið eins og við vildum gera það. Já. Og bara þetta búið að vera ótrúlega gaman og svona svala alveg pínu svona þessari frétta þörf. Já. Minni allavega. Frétta þorstanum sem að við erum svo veikar af. Já, bara virkilega áhugavert að svona fara í gegnum þetta mál og fá svona, og í rauninni gera það svona í baksinnisspeglinum. Einmitt, og bara gaman að Sigmundur Davíð hafi verið til í að tjá sig og segja okkur frá þessu. Ekki spurning. Virkilega gaman að ræða við bæði hann og Jóhannes Þór og auðvitað frábært að fá svona einlegar frásagnir af því. En bara takk kærlega fyrir að hlusta. Já, takk kærlega fyrir að hlusta og vera með okkur í þessum fyrsta þætti af eftirmálum. Við hlökkum til næst. Við skulum bara enda þáttinn á að spila smá hljóðbút úr næsta þætti. Takk. Grunaði þig aldrei að væri eitthvað skrítið í gangi á einhverjum tímapunkti? Jú, ég gerði mig grein fyrir því þú veist, svona upp á síðasta, en það var bara út að ég sá hvernig hún var orðin svona orðin svolítið svona tæp og geði og var hann mikið svolítið hrædd og ég sá alveg hvað, ég meina, við vorum út allt með 10 lífverði og skotvarðabíla og þú veist, og hún var orðin mjög tensk og hún dróð sér svolítið svona til hlé og þú veist, hún grét mikið í fangin á mér en þú veist, ég sá alveg, hún gæti ekki sagt mér alveg hvað var í gangi, fattur en þú veist, ég vissi alveg að hún var hrædd en þú veist, ég vissi það kannski ekki að hún var að pæli að hún þurfti að láta sig hverfa eða hvort hún hafi verið lífshættu eða þú veist, eitthvað